Velkomin í föstudagsþáttinn. Það er kominn október og hann er bleikur og við reynum að skreyta hérna með bleikum haustlitum. Fyrsti viðmælandinn er kannski ekkert svo bleikur eða hvað? Ari Eldjárn, velkomin. Já, takk fyrir. Ég er alveg mjög hrifinn af bleikum lit. Ég bara vildi svo til að ég er bara í einhverju bláu. Þessi bleiku púðar fara þér rosalega vel. Gera það, sko. Já, þeir eru örugglega í litakortinu. Já. Þú ert hérna fyrir norðan í vinnuferð. Já. Stökk hérna alltaf skemmt á ferðaráðstefnu í íþróttahöllinni og tók dóttur mína með mér í svona næturferð. Já, smá frí svona norður. Já. Vinnufrí. Rosa gaman. Ég var vitni að þessu. Ég fekk að fara í höllinni í gær og fylgjast með og ég verð að segja að það er búið að bætast mikið efnið þitt og þvílíkt hljóðeffektasafn sem þú átt. Já, takk fyrir það. Er ykkur ofta að biðja þig svona snemma dags til dæmis af umhverfishljóðum í Joe and the Juice? Það er nú svolítið erfitt náttúrulega út af því að þetta miðast alltaf svo mikið við að sé fólk í salnum. Og flæðið. Og ég ætla líka að leyfa þér að drekka kaffi og svona, svo sjáum bara til í lokinu. En svo er líka önnur ástæða fyrir vert hérna og það er Mið-Ísland. Já, við ætlum að vera aftur í Hofi eftir viku, föstudaginn 12. október. Og við bara komum að hverju ári. Eins og bara farfuglarnir fara á haustin, þá komum þið? Já, og yfirleitt tökum við 2 sýningar. Við tökum 2 sýningar núna, ég held að sé fullt á fyrri og laust eitthvað á seinni. Ég held samt seinast þegar við komum, þá allt í nú voru kosningar daginn. Það voru skyndilega ákveðið að hafa kosningar það kvöld, þannig að þá breyttum við stíl og breyttum þessu bara svona í kosningavöku. En sem betur fyrir nógu mikill pólitísku stöðuleiki núna, sko. Það er enga kosningar að fara að breysta á núna? Nei, já, þú veist, það er alltaf 45 dagar sem þarf, ef það er búið til þeirra. En nú ert þú að koma úr fæðingarorlofi til hamingju, ný dóttir. Takk fyrir það. Það er bara, já, ég hef búin að vera svona, taka í frekar rólega síðan, dóttir númer 2 fæddist á menningarnótt. Já. Það var gaman, ég fór út að hlaupa morguninn, þá var kona mín byrjuð sem sagt að fá svona samdrætti og ég sagði, eigum við að slaufa þessu hlaupi? Hún sagði, nei, þú sleppur ekki við að hlaupa, þú verður að klára það. Þú hleypur bara hérna leiðinu fram hjá húsinu okkar hvort þið. Tékkar aðeins á mér? Já, ef þetta verður alveg óbærilegt þá hringi ég og síðan bara keyrum við bara í gegnum hlauparahópinn upp á spítala. En sem betur fyrir þá tók þetta aðeins meiri tíma, en ég náði að klára þetta hlaup og smá svona stress. Já, 10 kílómetra bara fyrsta skipti og síðan vorum við bara mætt upp á spítala klukkan 2 og svo var þetta bara komið klukkan 4. Ekki verið að drolla við þetta neitt? Nei, ég bara heim í flugveldana kvöldið menningarnótt. Þetta var alveg ótrúleg upplifun og síðan þá er ég búinn að vera einmitt í fæðingarorlofi, sko. Í þessari búblu? Já. Er þetta ekki notalegt? Jú, þetta er æðislegt og það liðu akkurat 5 ár á milli og þetta er bara svona flashback, önnur stelpa. Hvernig tímasetti þetta svona nákvæmlega? Ég veit ekki, það var sami setti dagur og það var 1 dagur á milli afmælisdagana. Við vorum aðalega með áhyggjur af því að þær myndu deila afmælisdegi, það væri kannski svolítið flókið. Þetta er skemmtilegt, sitt hvora dagurinn en þið getið haldið eina stóra veislu eða er eitthvað. Já, við erum löt. Já, við erum löt. En það er samt alltaf hægt að segja, já, þú fyrst þinn eigin dag. Já. Og hvað er svo, geturðu kannski lýst svona venjulegum eða er hægt að tala venjulegan dag í lífi uppistandara? Já, þetta er örugglega bara svipað og að vera, þú veist, einhver sem fæst við ritstörf eða þýðingar eða líka einhverju leyti er þetta eins og að vera leikari, sami vinnutími og leikarar og leigubílstjórar eru með, kvöld og helgar vinna. Skemmta á kvöldinu helgar. Já, þannig að maður er kannski mannsfríur á sunnudegi, mánudegi, þriðjudegi, síðan byrjar þetta svona að vera. En þetta er bara voðalega ljúft starf eins og er og ég reynir bara að minna mig á það á hverjum degi að þetta er ekki sjálfsagt að fá að vinna við þetta og ég bara svona reyna að njóta þess. En svona fyrir að safna efni, því að maður þarf náttúrulega alltaf að vera útkiki eftir nýju efni. Já. Er það bara allt sem að veit þið innblástur? Ertu mikið á netinu, er þetta ferðalög, lestu mikið, er þetta bara að blanda þessu öllu? Þetta er eiginlega þannig sko að það koma tímabil þar sem að maður er í miklu stuði að finna nýtt og svo koma tímabil þar sem maður er mjög mikið bara að segja aftur og sama og það er, írónían er að það sem er elst er eiginlega best því oftar sem maður segir að því slípaðara verður það. Það er eiginlega orðið þannig að maður er bara eins og að segja endursegja gamalt efni eftir einhvern annan sko, þetta er orðið ákveðið gamalt. En þegar maður kemst í gírinn að semja nýtt þá er þetta oft bara kannski að spjalla við fólk sem er besta leiðin til að finna eitthvað. Þá man maður eitthvað, já, byrju þetta. Og þetta virkaði, til að taka þetta. Já. En eins og núna bara í gærkvöldi, var þetta allt
ákveðið frá upphafi til enda eða ertu svolítið að spinna þetta á staðnum? Þetta var allt saman eitthvað sem búið að vera til mjög lengi og mikið af þessu var úr bara ensku sýningunni minni sem ég er búin að vera með. Þetta var náttúrulega á ensku af því að það voru þarna gestir frá Færeyjum, Grænlandi og náttúrulega öllum heiminum því að kaupendur komu allstaðar á þessar ráðstefnu. Já, það var fólk frá alls konar löndum þarna og þá er fínt að hafa enskt prógram. Og það var reyndar á Akureyri fyrir 8 árum þegar ég skemmti þessari sömu skemmtun seinast. Það var þá held ég sem ég gerði þetta í fyrsta skipti á ensku hérna heima. Því að mér var sagt bara því ég var á leiðinni norður, þú manst þetta á ensku, það ekki, já, þýddi ég svona. Og það er gaman að þýða íslenska brandara yfir á ensku og svona útskýra það sem að kannski fólk fattar ekki sjálfkrafa. Gekk þér rosalega vel í tungumálum í skóla? Já, ég var á málabraut, en það var nú meira svona af nauðsyn sem ég valdi það því að ég treysti mig bara ekki í að fara á einhverja stærðfræðibraut út af bara vinnunni. Það var svo skemmtilegt í gær í þessu fjölþjóðlega umhverfi hvað þú varst lipur á öllum tungumálum. Þarna heyrðum við þýsku og dönsku og svo ensku með alls konar hreim. Já, þetta er náttúrulega eiginlega allt saman enska með einhverjum dönskum hreim og þýskum hreim og eitthvað svoleiðis. En jú, það er einhver ein syrpa á þýsku en ég hef nú aldrei tekkað hvort hún er málfræðilega rétt, hún bara hljómar. Hljómar mjög þýsk. Akkúrat. Þannig að, já, tungumálið er kannski líka svolítið hugleikið komandi af heimili þessum rithöfundur. Er einhver tengsl þarna? Tengslin eru kannski að því leyti að þegar ég var 7 ára þá fluttu sem sagt pabbi og mamma með okkur bræðurna til Englands í 1 ár. Og þá lærði ég náttúrulega ensku þegar ég var 7 ára. Og síðan tókst einhvern veginn svona að halda því við. Ég var settur í einhvern svona ensku skóla þegar ég kom heim til að svona rifja upp og svo horfði maður náttúrulega mjög mikið á sjónvarp og las eitthvað á ensku. Þannig að ég var alveg dálítið heppinn. Ég þurfti voða lítið að læra ensku svona fyrstu árin í skóla heima. Og kunni nóg til að vera bara dálítið fluent. Og síðan fór ég aftur í nám þegar ég var svona 25 ára, þá fór ég til Englands og þá rifjaðist rosalega mikið upp. Þá var maður kannski, þá fattaði maður hvað maður þarf mikið að halda þessu við. Já, og fórstu þá kannski að pikka upp þessum mismunandi hreima? Já, það bara byrjaði akkurat þá og ég fann einhverja vídeóupptöku af mér daginn þar sem ég að leika einhverja enska hreima þegar ég er krakki og það bara, vá, talaði ég svona? Ég var með einhvern allt annan hreim með myndir, En þegar þú ert svo að æfa þig fyrir uppistandi, þú ert búin að skrifa þetta og svona, ferði einhverja stellingar, lest þetta inn, hlustar á, hvað? Ég hef gert það. Einu sinni, þá var ég alveg staðráðinn í að eiga mjög gott ár og byrja vel og krafti og þá sat ég og glósaði og tók upp skissur á hljóð og það er náttúrulega fátt vitfirringslega en að sitja eitthvað taka upp einhverja setningar og tímamæla þær og eitthvað svona og ég gafst nú upp á því fyrir rest. Ég náði að gera 3-4 mínútur þannig en það verður það líka mjög ákveðin tegund af gríni sem þú býr til sem er svona rosalega klippt og skorin. En þetta er örugglega bara mjög svipað ferli og að bara búa til kvikmyndir og eitthvað svona. Það er eitthvað svona skrifstig, það er eitthvað svona leikstig, svo klippistig. Og svo þarftu áhorfendurna til að svona absolutt, og oft vinna þetta og þróa þetta. Oft bara svona fattar maður ekkert hvernig maður ætlar að segja neitt fyrir maður er búinn að fá einhvern hóp til að prófa. Þeir sem eru flinkir líka að semja nýtt efni eru alltaf að prófa eitthvað smá nýtt. En menn svona eins og ég sem bara svona taka sitt besta efni og lenda síðan í svona krísu reglulega. Nú þarf ég að prófa mikið nýtt og þá þarf maður að setja fólki einhverja sérstakar stellingar. En þetta er gaman. Já, þetta er gaman og það er gaman að þú skildir koma til okkar og takk fyrir að koma í þáttinn. Við minnum aftur á Mið Ísland 12. október í Hofi. Já. Eru til miðar á seinni sýninguna? Á seinni, já. Og það er alltaf rosa stuð þegar við komum norður. Hverjir koma? Allir? Já, við erum allir núna og þetta er ég, Jóhann Alfreð, Bergur Ebbi, Dóri Díana og Björn Bragi og full skipalið. Já, við hlökkum til. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.